Þín ánægja. Já, komið sæl. Það hefur verið norðlæg átt á landinu í dag og það er svona rofa til hér landið sunnanvert. Við erum eilítið þyngra yfir landið norðanvert og það er við gert svona dumbungu á stöku stað. Hámarksitt í dag, hann fór í rúm 16 stigina. Öðru leyti var þetta nú mikið til á bilinu 6 til 12 stig. Og það er nú svona, það hitastig sem verður svona mestu leyti ríkjandi hjá okkur að næstu daga. En veður verður hins vegar með stiltara móti því að þessi hæð sem er hér suður í hafi, það er nú hún sem að mun dálítið stjórna för hjá okkur næstu daga og við sjáum ef við keyrum hreyfimyndina hvernig svona þessi norðanáttin gengur smám saman niður þegar líður á nóttuna á morgundaginn og hæðin færist nær og loftþrýstingur fer því hækkandi þegar líður á morgundaginn. Og það er nú yfirleitt ávísun á betra veður en jafnframt er nú þessi norðanátt sem hefur verið hjá okkur í dag ávísun á kólnandi veður. Við sjáum hér kalda loftmassa vera að skríða til suðausturs og í þessu stilta lofti sem verður hjá okkur þá næstu 2 daga þá er vissulega hætt við því að það geti frysta næturlagi. En við sjáum það nú bara betur á eftir sem og raunin næstu daga en hvað var það suðvesturhorninu á morgun að þá verður svona norðan góla í þessu sumstaðar getur vindur verið aðeins ákafari þar sem við höfum þessa típisku norðanáttar strengi svo Hvalfjarðarstrenginn og svo framvegis en að megnum til verður nú þetta á bilinu 3 til 8 metrar á sekúndu. Við sjáum sjálfsagt daghittan fara í þetta hæsti þetta 13-14 stig á morgun. En eins og áður sagði bjart veður og til þess að gera stilt og þá er ákveðin hætta fyrir hendi að það geti gert næturfrost og þá sérstaklega þá við aðra nótt. Það verður nú svona eilítið þyngra yfir þegar við förum norður yfir heiðar allana fyrirpart dagsins á morgun en það mun vissulega létta til í þessu landsfjórðungi svona þegar líður á morgundaginn. Í fyrramáli má reikna með að það geti gert dumbungu bæði á Ströndum og Norðurlandi vestra eitthvað fram eftir degi en þegar hér er komið sögu klukkan 15 og þá er nú orðið svona meira og minna þurrt og vissulega sé áfram en þá skýjað að megnum til á þessu svæði nema það kannski síst hér við Breiðafjörð. En eins og áður sagði það mun létta smá saman til þá þegar að fyrir halla undir kvöld á Norðurlandi á norðvesturhorni landsins. En það er nú síðan svo örugt að það ekki muni gera það á norðausturhorninu því að þar verður nú svona nokkuð þungbúið í það minnsta fram eftir degi og rigning og köflum þá sérstaklega á Norðurland og eitthvað getið það nú slaðist hér inn á Austurland en bestu líkunur að sjá eftir sólar það verður þá á Austfjörðum og síðan mun nú smám saman draga úr bæði vindi þá og úrkomu og jafnvel að fara að létta til á annað kvöld á þessum landsfjórðungi. Á suðausturhorninu þá er svona lítil lægðabóla sem verður hér stödd rétt suður af Mýrdalsjökli að hún er svona að draga inn rakt loft sem mun gera það verkum að það getur ringt öðru hvoru í þessum landsfjórðungi fyrst sinn þá vestanörafa og þetta getur síðan meir þá dreift aðeins úr sér yfir á austur hluta þessa svæðis. En síðan í framhaldinu þá á fimmtudaginn þá sjáum við að það er róleita veður í þessu hjá okkur, sólríkt mestallt land, þar helst að það geti dregið fyrir úti við norðurströndina sem og með austurströndinni og jafnvel hér allra syðst. Annars bjartur dagur, hitatölur svona nokkuð svipaðar, fáum væntanlega þetta 14 stiga hámarkshita en þegar komið svona stilt veður í kortin og bjarta næturlagi og vindur hægur þá er eðlilega hætt við því að það geti gert næturfrost. Og síðan í framhaldinu á föstudaginn þá eru komum meira vestlæg átt í þetta. Það mun væntanlega hafi för með sér að það verður skýjað mesturleit á vesturhelmingi landsins, bjartara veður þegar að austardregur og síðan á laugardaginn þá ætlar nú að byrja svona að kula af suðaustri, nálgast skil og lægð úr suðvestri sem mun síðan koma inn þá hjá okkur á sunnudaginn. Við sjáum væntanlega meira það í spánu á morgun. Það séum þetta gott í bili. Verið sæl.